Hvar tíðráttu það hér áðan, hvað mikil reiði í stjórnmálunum og við vorum að velta fyrir okkur þessari upplausn sem að hefur nú eiginlega valdið núna tvennum kosningum með stuttu millibili þar sem að ríkisstjórnir eru að falla út af málum sem þær hefðu kannski ekkert fallið út af áður. Þetta eru miklar breytingar sem hafa orðið í stjórnmálunum hérna. Fengið hingað Hallgrím Óskarsson sem verkfræðingur og fæst nú reyndar við ýmislegt fleira þótt í stjórn Gagnsæi sem félag sem að breytir sér fyrir því að opna stjórnmálin, gera þau gagnsærri en við ætlum að fara yfir ýmsa hluti sem tengja svona gildum í stjórnmálum og hvernig þau eru sumleyti ónóg og úr takti við samtíman og við almenning og þú skrifaði mjög skemmtilega grein daginn þar sem þú varst að tala hvað stjórnmálin hérna gætu lært af landsliðinu í knattspyrnu og þetta var þessi landsleikur á mánudaginn, stærsta frétt vikunnar. Já. Og hvað ertu að fara með þessu? Sko, mér finnst gott að spegla landsliðið og Alþingi vegna þess að Alþingi á að vinna saman og því gengur illa að vinna saman en landsliðið á líka að vinna saman og því gengur vel að vinna saman. Og þess vegna ágætt að spegla þessar tvær stofnanir eða tvo hópa og velta því fyrir sér hvort að annar hópurinn geti lært af hinum og núna þá stjórnmálin hvort að þau geti lært af landsliðinu. Og það áhugavert að heyra Heimi Hallgríms þegar hann útskýrir af hverju þeim gengur svona vel að þá byrjar hann alltaf að tala gildi. Hann byrjar alltaf að tala saman erum við stærri, hjálpsemi, mjög hátt stig af samvinnu og samvinnan innan hópsins sé þannig að það sé djúp þörf til þess að vinna meira fyrir næsta mann heldur en að koma sjálfum sér að. Já. Og að þegar landsliðið vinnur svoleiðis þá verða þeir stærri heldur en þeir eru saman og þeir ná einhverju nýju leveli sem að næst ekki ef þeir eru svona sitja hvar í horninu og þetta einmitt það sem hefur gerst í alþjóðaíþróttum að það sem miklir peningar eru að þá hefur þetta gerst þannig að peningum fylgir egoismi og eins og sést með hollenska landsliðið fullt af stjörnum en sigur ekki mikið, það vegna þess að þeir ná ekki þessari samvinnu. Og þess vegna ef maður speglar Alþingi og skoðar það í þessu en þá einhvern veginn hlutirnir allt öðruvísi þar við viljum ekki styðja þetta mál þó að það sé gott því að þið eru búin að ná 2 málum fram en við bara 1, nú komið okkur og ef maður hugsa sér hvernig Gylfi eða einhver sem ætti að framkoma ekki, ég ætla ekki að senda þig því ég sendi þig tvisvar í síðasta mánuði og nú komið að því að þú sendir á mig og þess náttúrulega ég bara reyna að fara sjálfur að það væri landsliðið náttúrulega ekki á þessum stað sem það ef að landsliðið væri kannski með þessar samskipta aðferðir sem að hafa því miður kannski fengið að nærast aðeins svo mikið í pólitík þar sem verið að keppa innbyrðis. Og það náttúrulega, við sjáum eins og til dæmis það var þessi umræðum að sko ríkið væri hugsanlega beinlínis að bregða fæti fyrir Reykjavík og við höfum þessi dæmi það, við förum bara í mál, af því að þú ert að leggja þig fram. Við erum sammála en við tökum ekkert sem kemur frá þér. Já, einmitt, þessi fræga tilvitnun að ég ætla að hjóla í öll mál þó ég sé í hjarta mínu sammála þeim að það gengur ekki ef við ætlum að ná einhverju framvindu fram og það akkurat það sem held ég almenningur að kalla eftir og það þetta undirliggjandi mál sem kosningarnar snúast pínlítið það snúast minni leyndarhyggju, meiri hjálpsemi, meiri samvinnu og fólk vill í rauninni bara að þetta fólk sem á Alþingi það á bara að vinna saman, það á að finna samvinnuflöt alveg eins og einstaklingar í landsliðinu þó að kannski mér líki ekki við einhvern, þá það algjört aukaatriði, ég verð að vinna með honum og við þurfum að hugsa endamarkmiðið að það á að vera gott. Svo ég ætla að fara í aðra grein sem þú skrifar, þetta á vef sem heitir hallgrim.is og það fara svolítið yfir, það þessi gildi sem gömlu gildi sem þú segir að séu svolítið ríkjandi og við tökum bara lið fyrir lið, þú talar leyndarhyggjuna. Leyndarhyggja einhvern veginn svona element sem hefur þótt bara vera eðlilegt í gegnum áratugi að það bæði þetta með leyndarhyggju og að þessi stóri sýslumannslegi, valdsamlegi stjórni og hann má bara vera með leyndarhyggju, þetta bara hluti af því sem að hefur fylgt stjórnmálum. Fólk hins vegar allt annarra skoðunar og pínlítið að uppgötva það að þetta á ekki að vera svona og að gera kröfu að þetta element fari alveg úr stjórnmálum og það út af þessu sem að stjórnin féll þó að það sé kannski ekki sagt upphátt af því að fólk ekki vant að tala gildin en það út af þessu og svo bitnar þetta alltaf á einhverju einu máli og það eru 3 stjórnir sem hafa lent í ótrúlegum vandræðum út af þessu. Það náttúrulega síðasta stjórn núna Sigmundur Davíð út af sínu vintilsmáli og svo vorum við með Icesave-málið þar sem átti að fara að kynna gögnin inn
í einhverju lokuðu herbergi á Alþingi. Þessu leyndarhyggja sem eru komið 3 ríkisstjórnum eiginlega algjörlega í koll. Sko. Já, og þess vegna ágætt að spyrja, eigum við ekki að prófa einhverja aðra aðferðir og eigum við ekki að prófa að taka þessa leyndarhyggju í burtu, setja gagnsæi á borðið og prófa hvernig hlutirnir virka. Og ég held til dæmis ef þessi 2 element bara að gagnsæi og aukin samvinna, ef að gæti náðst sátt það, þá myndi margt breytast. Hampa þeim sterka? Já, að hampa þeim sterka, það hefur alltaf fylgt íslenskum stjórnmálum að einhver kominn með valdið og hann þarf að vera sterkur, hann þarf að helst að vera dimmraddaður. Þetta pínlítið hlut af þeim margum talaða þætti í samfélaginu líka. En fólk að átta sig á því að hinn sterki ekki kannski sá sem að drífa hlutina áfram, heldur það kannski sá sem að kann best að láta smyrja hjólin og að kalla fram sátt og samvinnu og að halda liðinu saman. Að það kannski hinn eiginlegi sterki einstaklingur. Já. Ég valdið, tækifærismennska og prinsippleysi. Já, það þetta gildi sem hefur verið viðvarandi sem að almenningur líka mjög mikið á móti og það einhvern veginn gildi sem þannig að nú var ég kosinn, þá má ég ráða, nú þetta mín vakt og þá má ég ráða öllu. Og jafnvel ef við tökum eitthvað hypothetical að ég var með flokk og hann myndi fá 51%, hinn í 49%, þá hefur það bara verið þannig að nú má ég ráða öllu. Og ég tek stundum svona lítið dæmi þegar við í háskólanum 3 leiðum saman og 2 af okkur vildum alltaf horfa á sama þáttinn og hinn ekki. Þá vorum við í meirihluta, hefðu við allan veturinn átt bara að horfa á þann þátt? Nei, maður leyfir hinum aðeins að vera með. Og það vantar aðeins pínlítið þetta sem þessi sanngirni inn í stjórnmálin að viðurkenna það að þó einhver fái 49 eða 30 eða 20, þá það sjónarmið þar sem mikilvægt að heyrist. Svo þetta merkilegur hlutur sem þú nefnir og það verkleysi og elítismi og þetta kemur svolítið, þetta rauninni kannski frekar skilning á því sem gerist kannski vinstra megin. Já, þetta kannski svona stóri, það gildi sem hefur verið stóri þröskuldurinn vinstra megin, að vinstra fólki finnst nóg að tala hlutina í tilgátum, í prógramum, í svona einhverjum hypothetical sýndarheimi, í Fílabeinsturni og mér finnst alltaf besta dæmið sem lýsir því þegar kannski vinstrinu gengur illa að þá segir vinstri bara já, þetta kannski eitthvað tímabundið en við trúum á félagslegt réttlæti eða jöfnuð og þá finnst vinstrinu að því sé búið að svara öllu en það bara verið að reyna að svara venjulegu fólki í einhverju heiti á einhverju kenningu sem það skilur ekki og þessi elítuismi pínlítið, hann snertir vinstri, hann snertir hægrið í því að það sé í lagi að það sé einhver elíta sem fær einhvern veginn hlutina allt öðruvísi og fær aðra þjónustu og fær hlutina einhvern veginn allt öðruvísi á borði. Vinstrið líka að glíma við þennan elítuisma í gegnum fræði og vísindi og það kalla fram ákveðið verkleysi. Þeir einhvern veginn svona, þeim finnst nóg að leggja kenningar á borðið og tala kenningar og setja nafn á þær. En að glíma við þennan skort á ímynd að þeir geti gert eitthvað. En þetta tekur alveg frá því, eins og þú nefndir nú við mig í samtali að sko, Oddný Harðardóttir sagði fyrir síðustu kosningar ég jafnaðarmaður og við verðum dæmd af því einhvern veginn. Og svo kemur þetta alveg verið í Evrópusambandi. Það sem að eiginlega þetta kannski svona eitt helsta einkennið á Evrópusambandinu og Evrópusambandið gengur ofboðslega erfitt að breyta sínum starfsháttum og taka til í sínum ranni. Þar þessi elítismi eiginlega sjúkdómur og margt myndi breytast þar ef þeir getur slitið sig frá þessum elítuisma og þar birtist hann þannig að valdamikil fyrirtæki, oft bankar og ýmis þannig fyrirtæki, stór fyrirtæki, þau hafa tak á stjórnmálum og stjórnmálin segja að það í lagi að hér ríki elítuismi, við þurfum að gefa þessum hóp sérþarfir. Það það sem að almenningur mjög mikið á móti og að kalla eftir breytingum og það verður kalla eftir því hér á landi eins og verið að gera annars staðar. Og þetta náttúrulega úr þessu verður þessi gjá milli stjórnmálana og almennings og þá svona koma kallarinn á sviðið eins og Trump og segja ég ætla að bjarga ykkur frá þessu og þess vegna ef einhver óhanaður með þá þróun að Trump og hans líkir síðan á miklum völdum í heiminum þá eins gott að byrja bara á að saxa niður þennan elítisma, hlusta aðeins á fólkið og fara að vinna fyrir fólkið og finna einhvern flöt á því að þó að sé einhverjir bankar, stóri bankar í heiminum og einhver stór fyrirtæki sem hafi mikið völd, þá þarf að skera einhvern veginn á þetta. Sko,
gildin sem þú teflir fram á móti þessu sem að sko það er eiginlega rang hverfan á þessu. Það er öflugri hagsmunabarátta í nafni almennings. Það er náttúrulega augljóslega svarið við þessu. Já. Sko þetta er skemmtilegt með hagsmunabaráttu almennings af því Íslendingar eru vanir því að hér séu margir flokkar sem eru að berjast fyrir sko ákveðna hagsmuni og oft hagsmuni fárra. En ég hef síðustu ár sagt það að svona það stjórnmálaafl á Íslandi sem mun svona ná sterkri fótfestu næst, það verður það stjórnmálaafl sem notar þær aðferðir, það er að segja sko mjög öfluga og ýkta hagsmunabaráttu en notar það fyrir hópinn sem heitir almenningur. Þannig að ef einhver er til í að gera það, þá held ég að hann fái alltaf mörg atkvæði. Og gagnsæi það er náttúrulega hverfa ná lengdarhyggjunni. Já. Sanngirni, okkur finnst vanta mikla sanngirni í stjórnmálunni. Já, sanngirni er þetta eiginlega svar við elituismannum að við þurfum bara að viðurkenna það að það þarf meiri sanngirni. Það er ekki hægt að hafa þetta lengur þannig að einhverjir fá mikið og margir fá miklu minna vegna þess að þá erum við bara föst í þessum hring sem er núna að það tekur við einhver stjórn, kannski eftir nokkra vikur og svo fær almenningur óbeit á einhverju máli sem tengist skort á sanngirni og þá brýst þetta aftur fram sem hefur gerst svona oft upp á síðkastið að sú stjórn hættir. Það verður að fara að horfa á þessi gildi og viðurkenna að það þurfi að taka þau upp annars erum við í þessum hring sem er sko 6 mánaða stjórnir, 1 árs stjórnir eins og hálfs árs stjórnir og svo framvegis. Við getum sko, svo eru þarna punktar sem þú nefnir hérna, auðmýkt hluttekning sanngirni. Hugsanlega hefði þessi gildi geta bjargað öllum ríkisstjórnunum sem við nefndum hérna ef þeir hefðu sýnt auðmýkt hluttekningu og samkennd. Auðmýkt er hluti af þessum heiðarleika við ekki hlutina eins og þeir eru og segja satt og það er nefnilega merkilegt að almenningur bara gerir kröfu auðmýkt og samkennd og heiðarleika og hann er eiginlega tilbúinn að fyrirgefa hvað sem er. Það gæti einhver sagt, já ég átti nú eitthvað félag sem hét Vinduris og ég ætla bara að láta vita því og þetta átti ekki að vera svona, nú er ég búinn að breyta því. Að koma fram, tilkynna hlutina og ég var hér í einhverjum sjóð og ég var í þessum aðstofum að það er hægt í rauninni bara að stíga fram og segja hlutina eins og þeir eru. Það er bara það sem verið að kalla eftir. Ég held að stjórnmálamenn megi alveg átta sig á því að það má alveg vera mannlegur, það má alveg gera mistök og þetta snýst ekki það að einhver eigi að vera eins og róbot, eigi að vera fullkominn og eigi að gera allt hárrétt en hann á bara að vera mannlegur að þegar einhver aðstæður komu þá á hann að segja frá hann eins og þeir eru. En sko, svo er þetta með aðra grein og við þurfum að klára þetta nokkuð. Það sem þú ert að tala að sko stjórnmálamennirnir, það er sér tæki fyrir þá stjórnmálaflokkarnir, til dæmis bara Sjálfstæðisflokk og VG og að endurbæta sína svona sína orðræðu. Já, orðræðan er eitthvað sem að sko í gamla daga var það þannig að fólk fór í stefnuskrána og las það og kunni það utan að og vissi smáatriðin svo þegar við lifum á tímum þar sem að er allt of mikið upplýsingaflæði þá fer fólk að hugsa gildi. Það er of mikið upplýsingum til þess að melta og meta þá fer fólk að hugsa gildi og gildin birtast í þessum orðum sem eru síendurtekin og Sjálfstæðisflokkurinn hefur í gegnum tíðina verið með langsnjöllustu orðræðuna og það kannski tengist í þeir eru viðskiptatengdir, þá eru þau kannski í hjarta sínu aðeins meiri sölumenn en aðrir og þeir hafa tengt sig við þessi góðu orð, hafa tengt sig við frelsi, hafa tengt sig við allt fyrir einstaklingin og hafa tengt sig við skattalækkanir og hafa tengt sig við festu og stöðugleika. Og stöðugleiki, það er ekki hægt að tengja sig við einhver orð nema sé allavega svona sæmileg innistæða fyrir þeim og það er til dæmis breyting á tíðaranda sem er þessi nýju gildi sem verið að kalla eftir að það er meira innistæðuleysi fyrir þessum stöðugleika sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að tala fyrir vegna þess að það er erfitt að sjá stöðugleikann og þess vegna eru aðrir farnir að grípa það og segja við ætlum að bjóða aðra gerða stöðugleika sem er það verði stöðugleiki í stjórnmálaástandinu og í samvinnu en það er skemmtilegt að tala þessa orðaræðu vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki bara fengið að tengja sig við bestu orðin, hann hefur fengið að tengja alla aðra flokka við neikvæð orð og hinir hafa verið gjörsamlega vonlausir í að svara því. Einhverjir, þeir hafa kallað aðra flokka sko skattahækkara og verkleysi og kunnáttuleysi og öll þessi slæmu orð og hinir segja ekki neitt, heldur segja bara ég trúi á því að allir séu jafnaðarmenn innst inni. Og þess vegna hefur þeim gengið vel í gegnum tíðina af því að orðræðunni er ekki svarað. Við þurfum að klára þetta, Hallgrímur, gaman að fá þig hingað við ætlum að tala eins
gamla merkarit rannsóknarskýrslu Alþingis.